Herri, þá það komið að hönnunarverkefni númer 2 og hérna skemmtiferða bærinn okkar að blómstra og túristarnir byrja að flæða inn og við þurfum að smíða hérna eitt stykki höfn, það að segja þá hafnakrana, og því við erum að flytja inn svo mikið af skyndibitamat þá þurfum við að hafa hana hafnakrana. Þið þurfum að hanna kranan. Ok, og þetta krani svona svo svipað eins og sést á þessum myndun, þessari mynd og þessari hérna mynd. Og það tvennt sem þessi krani þarf að geta gert. Hann þarf að geta lyft gámum af skipunum og síðan þarf hann að geta fært sig á hafnarbakkanum með gáminn á lofti. Þá hann að keyra eiginlega á hafnarbakkanum. Ok, hérna svona hönnunarforsendur. Einn gámur vegur 40 tonn og við erum alltaf bara að vinna með einn gám. Þú ert alltaf bara að lyfta einu gám í einu. Kraninn vegur 800 tonn. Hérna núningsstöð milli kranans og yfirborðsins á höfninni, 0,3. Þannig að þetta er milli þá dekkja og vegarins. Og hagnaðurinn af aukinni sölu skyndibitafæðis áætlað að vera 16 milljónir króna. Þannig að það peningurinn sem við fáum inn fyrir þetta allt saman. Ok, að niðan eru 2 atriði sem þarf svör við til að klára endanlega hönnun á krananum. Sýndu mér hvernig þú kemst að niðurstöðu með útskýringum, jöfnum og útreikningum. Þannig að þið að nota texta, jöfnur og síðan útreikningarna sjálfa til þess að sýna mér hvernig þið komist að niðurstöðu. Og þetta eru 2 spurningar, A og B. Og fyrir spurningin er þessi: með hversu miklum krafti þarf kraninn að tosa í gám til að geta lyft honum upp á jöfnurhraða? Þannig að hérna gámurinn í loftinu og þú ert bara að tosa hann upp. Þannig að gámurinn er ekki á skipinu, hann er bara í lausu lofti og þú ert að tosa hann upp og hann á jöfnurhraða beint upp á við. Og þú þarft ekkert að huga því að kraninn sé að koma gámnum úr kyrrstöðu á ferð, hann er bara viðheld á jöfnurhraða. Þannig að tosa kranan upp. Kraninn er í lausu lofti, nema kraninn er náttúrulega heldur utan gáminn og er að tosa gáminn upp. Með hversu miklum krafti þarf kraninn að tosa í gáminn svo að gámurinn fari upp á jöfnurhraða. Ok. Hérna síðan hversu stóran kraft þarf til að ýta krananum áfram á hafnarbakkanum á jöfnurhraða. Og því að miða við að kraninn sé að halda á gámnum á sama tíma. Kraninn vegur 800 tonn og hann heldur líka á gám sem vegur 40 tonn. Þannig að það er þetta tvennt sem er að færast á hafnarbakkanum. Og það er jöfnurhraða og spurt er bara með hversu miklum krafti þarf að ýta þessum krana áfram svo hann hreyfi sig á jöfnurhraða. Herðu, og þetta er verkefnið sem þið þurfa að skila til mín borgarstjórans á þeim tíma sem er gefin upp á inni. Síðan bara spurjið mig ef það er eitthvað inn á Discord.